Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í tal víðerni og landsbyggðina. Við erum búin að vera með svona umræðu háskólasetur og rannsóknarstarf, þekkingar eiginlega samfélagið úti á landi í tengslum við bara þekkingarsamfélagið hérna í höfuðborginni og hingað komin engin annar en Þorvarður Árnason. Þú ert nú stundu kallar Þorri. Jú, það mann hefur verið að skamma mig, þá heiti ég Þorvarður. Það Þorvarður, já. En þú, ég eiginlega þyrfti eiginlega að vera, já, þyrftum eiginlega að leggja nokkur spjöll undir vegna þess að þú varst bæði að gefa út þessa stórmerkilegu bók sem heitir Víðerni, verndun hins villta í náttúru Íslands og ég byrjaði að lesa hana, hún alveg gríðarlega spennandi af því að þú ert þarna, það eiginlega svo mikið undir og ert að brjóta, það kannski á ekki við að segja brjóta land, en þú ert sem sagt að fara mörguleiti ótrúðunar slóðir þetta rannsóknarsviði og svo bæðið að koma líka fyrst og varst nú í bænum, nýta ferðina af því að þú ert forstöðumaður, er ekki? Jú. Rannsóknarseturs, háskólasetursins Höfn í Hornafirði. Já, Rannsóknarseturs Háskóli Íslands á Hornafirði svo heitir, svona fullu nafni. Og þetta náttúrulega, ég veit ekki hvort að hlustendur áttar sig á því hversu magnað þetta rannsóknarnet orðið út land, hvað þetta mörg háskólasetur og mætti náttúrulega ekki færri vera. Alls ekki. Og mér langaði bara kannski ef að byrja aðeins á að ræða þetta starf sem að þið eiginlega merka starf sem svona á heimsmælikvarða eins og jökla og fjallanámið. Bara ef við ímyndum okkur að fólk viti ekki hvað þessi stofnun stendur fyrir. Já, ég lýst bara mjög vel á það sko að rannsóknarsetrið á Hornafirði stofnað árið 2001 og það tekur starfsemin þar hefst 2002 þannig að þetta orðið rúmlega 20 ár sem þetta hefur verið í gangi og ég annar forstöðumaður setursins, búin að vera þarna núna í 19 ár frá 2006 og við hjónin, samstarfskona mín og eiginkona Sofíu Birgisdóttir, við höfum verið þarna bæði allan þennan tíma og höfum byggt upp þetta setur saman. Setrið sjálft hluti af nokkurs konar neti eða netverki sem að Háskóli Íslands hefur komið á laggirnar og telur núna 12 setur sem að staðsett bara hringinn kringu landið og nýjasta setur okkar var bara opnað í fyrra í Mývatnssveit og það 12. í röðinni og við á Hornafirði við erum protótypan. Við erum elsta setrið af þessum toga. Já. Háskólinn var með svona rannsóknar einingar út á landi í Vestmannaeyjum og Mývatnssveit og Selfossi en þessi rannsóknarsetur sem hétu upphaflega háskólasetur þau svona nýjabrum. Og það sem skilur þau kannski frá hefðbundnum akademískum rannsóknarstofnunum eða kennslustofnunum það að okkur gert að vinna mjög mikið í búa til tengsl og vinna með alls konar aðilum í okkar heimabyggð, okkar nærsamfélagi. Og þannig að okkur sem sagt ætlast til þess auk þess að sinna svona þessum hefðbundnu akademískum störfum og þá aðalega rannsóknum en kennslu líka og leiðbeinslu og þá erum við að vinna með sveitarfélögum, við erum að vinna með stofnunum eins og skólum í okkar nærumhverfi, við erum að vinna með félagasamtökum, almannasamtökum og við erum að vinna með fyrirtækjum og einstaklingum. Þannig að þetta mjög fjölbreytt. Já, og gæti virst vera einmitt einhvers konar svona byggðastefnu áform eins og þegar verið að senda fyrirtæki einhvern veginn út land og það hefur verið dálítið umdeilt sko, að þetta sé svona
já, að þarna sé raunverulega engin alvöru starf sem á sér stað, þetta sé svona meira til þess að geta miðjan, þekkingarmiðjan og valdamiðjan geti svona krossa við að það sé búið að sinna landsbyggðinni og það sé eitthvað verið að gera, en svo líður tíminn og ég veit að þetta ekki sanngjarnt gagnrýni því að þarna hefur alltaf verið alvöru starf í gangi, meir en lítið, en svo kemur í ljós að þetta akkurat það sem kannski rannsóknarstofnanir víða heim og kannski virtustu rannsóknarstofnanir að leitast við að ná fram. Það tengingin við nærsamfélagið, tengingin við náttúruna, svoleiðis að raunverulega tíminn hefur unni með ykkur, það ekki? Jú, ég myndi segja það og þetta þó ég skilji alveg þessa athugasemd eða komment sem þú gerðir, þá þetta nefnilega, þetta algjörlega tvennt ólíkt. Það að flytja stofnun eða útibú einhverja stóra stofnunar út á land og rekana þar svona eins og með þessi útibú sem að flest heyra nú sögunni til sko. Ég kynntist nú mörgum útibúum þarna í Nýheimum. Það voru útibú frá Nýsköpunarmiðstöð og það voru frá Matís og þetta allt farið. Já. En við erum ennþá til staðar. Og ég held kannski að grundvallarmunurinn liggur í því að rannsóknarsetrin eru akademíska stofnanir. Þannig að við höfum alveg svona skýra leikreglur. En það sem hefur komið í okkar hlut, það í rauninni að útfæra þessar leikreglur á nýjum vettvangi. Að því ef við værum rannsóknarstofnun sem var staðsett hérna á höfuðborgarsvæðinu, að þá væri við held ég svona miklu lokari að því að við værim bara uppteknar af því að vera svona vinna innan stofnunarinnar, vinna með okkar kollegum sem sagt hjá öðrum stofnunum eða öðrum sviðum innan Háskóla Íslands eða innan háskólasamfélagsins, en okkur vissan hátt fleikt út í eyðimörkina, út í víðerni. Já, út í víðerni, einmitt. Inn í þessi litlu samfélag sem eru yfirleitt þá svona fiskiþorp flestum tilfellum. Þetta eru byggðakjarnar sem að hafa orðið til í kringum fiskvinnslu yfirleitt og eða þá landbúnað. Það sem að lífið hefur snúist frumframleiðslu og í mörgum tilfellum eins og hjá okkur þá kemur ferðaþjónustan mjög sterk inn núna, sérstaklega síðustu 10-15 árin. En sem sagt, það hafa ekki verið taldar forsendur fyrir því að vera með háskólastarfsemi í þessum samfélögum. Og það var mikil umræða svona fyrir þetta 15-20 árum það að það þyrfti að fá fleiri háskóla. Það þyrfti að vera með háskóla á Suðurlandi, Selfossi, háskóla á Egilsstöðum. Þetta hefur ekki gengið eftir. En í staðinu þá hefur sem sagt rannsóknarstarfið elst mjög mikið út á landi og stofnun rannsóknarsetra sem að byrjaði með 1 starfsmann þarna 2002 á Hornafirði. Og núna erum við komið með 35-36 ársverk sem að skiptast á milli það bil 60 starfsmanna. Reyndar flestir, langstærsti hlutin af þeim eru lausaránir, því miður. En við erum komin með ofsalega öflugt og fjölbreytt starf sem að hefur mikla þýðingu fyrir samfélögin sem að við þjónum. Þannig að við erum að þjóna þessi 12 setur, við erum að þjóna einhvers staðar milli 15 og 20 einstökum samfélögum út á landsbyggðinni. En þið náttúrulega eru með þjónustu skyldu eða svoleiðis við fleiri. Raunverulega eru þið að þjónusta þarna, það eru fjölmargir erlendir stúdentar sem að koma eins og til þín og ykkar á Höfn og þetta er gríðarlegt svona, geta ekki já, þetta verður svona eins og vettvangur fyrir mjög sérstakar samræðu sem eiginlega gæti kannski ekki átt fyrir stað í Reykjavík. Ég sagði að það væri erfiðara, af því að, við erum með þessa ríku þjónustuskyldu eins og aðrir akademíski starfsmenn við akademísk samfélag á alþjóðavísu.
og líka náttúrulega á landsvísu. Og þannig að þessi svona meiri svona lokal tenging, það hún sem að skapar okkur ákveðna sérstöðu miðað við kollega okkar hérna í Reykjavík á þessi sé nokkuð nátt að setja neitt út á þeirra start. Þetta er bara veruleikin hjá okkur, hann öðru vísi. Já. En eins og þú segir að þá allavega svona yfir tíma að það skapar þetta alveg ný tækifæri í það að tengja saman þessi ólíku plön lokali eða staðbundna, það sem að gerast á landsvísu og ekki síst það sem að gerast sko alþjóðavettvangi. Og þar einmitt hafa þessi erlendu nemendahópar sem að hafa sótt mjög mikið til okkar farið alveg upp í hefur að taka móti allt upp í 7 nemendahópum á ári. Að þarna gefst ákveðinu vettvangur til þess að bæði að miðla og taka móti. Og þetta er eitthvað sem að mér finnst að við gætum í rauninni gert miklu meira af. En það hins vegar mjög erfitt því við erum fá. Á flestum námssetrunum bara 1 fastráðinn starfsmaður. Já. Og hérna í okkar tilfelli eru við 2. Og við höfum náð að hérna fá fleiri til liðs við okkur. Við rauninni starfsmenn setursins núna eru 5. En hinir 3, þeir eru allir verkefnaráðnir. Og það sama gildir hinn seturinn að flestir eru með 1 eða 2 eða jafnvel fleiri verkefnaráðna starfsmenn eða doktorsnema. Þannig að það er svona fjárhagsleg óvissa sem er ekki sko efnislega forsendur fyrir þar að segja að verkefnin eru næg og þið getur svo sannarlega lofað verkefnum ekki vegna þess að áhugin og þörfin fyrir hendi virðist vera. Það er mjög mikil þörf fyrir einmitt þessa rannsóknir og líka það sem margir tala með túrismanum sko, hvað er sárt að geta ekki einmitt þegið upplýsingarnar og tekið á móti þessari þekkingu. Einmitt. Það sé bara þetta gegnumstreymi sko. Og þarna er fólk að koma og gefa til samfélagsins Akkurat. Í miklu mæli, en þannig að maður getur ímyndað sér að þarf heilmikla vinnu að taka móti því og vinna úr því og vinna úr upplýsingunum og þannig að út landa ætti ef að væri framsýn stjórnvöld ættur umverulega bara að stór efla þessi þekkingasetur sem nú eru til staðar á landsbyggðinni. Man finnst, en er ekki svolítið kannski, er ekki einhver vá í lofti? Það hefur ekki beint verið svona skilningur undanfarin ár á mikilvæginu. Sko, það er kannski ekki fyrir 2015-16 sem að ég svona get farið svona rólegur að sofa að ég hefði atvinnu og eiginkona mín sem að því að við náttúrulega settum okkar egg öll í sömu körfu og hérna börnin okkar yngstu sem fluttu með okkur þetta var ekki bara mitt starf eða minn starfsframi, þetta var bara fjölskylda mín sem að við lögðum undir. Og það hrikti ansi illa í stóðunum í kjölfar hrunsins. Það náttúrulega var mikil niðurskurða krafa og þegar það niðurskurðar tónn í fólki þá það yfirleitt nýja brumið sem fer fyrst. Það eru nýja stofnanir, fólk sem tiltölulega nýkomið stöðu. Þetta það sem látið fara, sko. Kannski skiljanlegum ástöðum. En sko við höfum stofnun rannsóknarsetra, hún heyrir beint undir rektor Háskóla Íslands. Og við höfum verið mjög lánsöm að rektorarnir sem við höfum starfað með og undir, þeir hafa alltaf stutt okkur með ráð og dáð. Og þannig að sko við eigum hana mjög sterkt bakland innan Háskóla Íslands. Er ekki rektorskostingarnar í dag? Jú, það einmitt seinni umferðin hófst í dag. Hún hófst í dag og við verðum nú að skora þá á nýjan rektor að halda upp í merkjum háskólasetrana út á landi. Já, alveg ekki. Og ég hef svo sem engar ágjör því hvort er að verði fyrir valinu. En sko það sem að auðvitað stóri gallin í þessu allir saman það að það hefur ekki verið skilningur hjá stjórnvöldum, hjá ríkisvaldinu að starfsemi af þessum toga
sé risastórt byggða þróunarmál. Og við höfum reynda fengið viðbótarframlag frá háskólaráðuneytinu. En ef þú skoðar bara byggðastefnuna íslensku, að þá einhvern veginn hún því miður ofsalega mikið miðuð við einhvern veginn aðstæður og hugmyndafræði eins og hún var á síðustu stundu ég vil þar síðustu öld og einmitt þetta sem varst að tala áðan með útibúin og þessar stofnanir sem eru fluttað með menn á mús út á land bara til þess að tekja í einhver box að hugsunin þar bara við þurfum að skapa störf. Við þurfum að geta talið hausa á Selfossi og Egilsstöðum eða Bolungarvík. En það sem við erum að gera, fyrst mér, að við erum að skapa forsendur fyrir nýjum störfum sem að hafa aldrei áður verið til. Já. Þegar ég flutti til Hafnar fyrir 19 árum, þá var ég eina manneskja með doktorspróf á, held ég bara rúmum fjórðungi landsins. Það var, var fólk með doktorspróf á Egilsstöðum eða upp á Héraði og svo í Gunnarsholti, en þar á milli var bara ég. Já, hérna. En núna erum við að minnstakosti 5 eða 6 sem búum á Höfn og fleiri svona hér og þar á svæðinu. Þannig að þetta bara mikil breyting. En fékkstu kannski bara á því að vera þessi svo kallaði sérfræðingur að sunnan? Eða varst þessi eini sem eða var þér vel tekið að því nú þetta líka alltaf þetta vandamál þetta með menntunina og svona hinn meinta hroka sérfræðingsins sem kemur að sunnan. Jú, vissulega fann maður fyrir því svona í byrjun þegar að fólk var að kynnast manni og maður þurfti að vinda ofan af þessum hugmyndum mentarhroka, doktorinn Já. Ég hef aldrei tekið gráðurnar mjög hátíðlega. Það ekki gráður og starfsheiti segir mér ekki neitt. Heldur verkin og hvernig manneskjan hvernig hún vinnur, hvernig hún kemur fram með aðra. Það það sem að skiptir máli. Og ég held að þessi grunnafstæð mín, hún hafi svona smám saman náð að brjóta ísinn. En því miður það náttúrulega þannig ennþá að þetta hefur enda breyst mjög mikið. En það ennþá til að sem ég kalla öfugur eða neikvæður mentarhroki. Það hroki þeirra sem að hafa ekki sjálf ákveða að fara í framhaldsnám. Að þau ímynda sér að við sem að getum flaggað einhverjum gráðum, að við hljótum að vera einhvern veginn allt öðru vísi og við hljótum að vera voðalega svona með nefið upp í loftið og þykja okkur við vera eitthvað merkilegur en þau. En þetta nú kannski það einmitt sem að tíminn kennir manni. Og það sem að ég kannski reyna að segja svona í hnotskurð, það sem að ég hef lært sem háskólamaður, ég náttúrulega var búin að vera að vinna, ég hef náttúrulega búin að vera áðunni fyrir austur, þá var ég búin að vera í háskóla umhverfi í hátt í 20 ár með Hlífum. Og þar var ég búin að vinna 10 ár hjá Háskóla Íslands. Þannig að ég bara nokkuð sjóaður sem akademiker þegar ég tek þessu starfi og þarf að finna mig í algjörlega nýju umhverfi og ég stundu sagt það að setrin, sérstaklega fyrstu setrin að við vorum bara tilraunir, samfélagslega tilraunir og með tilheyrandi tilvistarangist Já. En það sem ég hef lært það að ég reyni bara að koma til dyrana eins og ég klæddur. Ég akademiker, ég fagmaður og ef ég á að beita mér í þágu einhvers málefnis eða samfélagsins, þá ger ég það best með því að vinna á faglegan hátt. Og ég hef fundið það að þegar ég tek þátt í alls konar samfélagslegum verkefnum með sveitarfélaginu, með stofnunum, með skólum
og ég þarna bara sem Þorri eða doktor Þorri eða fólk vill að þá nær þessi svona akademísku hugsun, gagnrýnin hugsun, fagleg hugsun, hún síast í gegn. Ég held að fólk hugsi svolítið öðruvísi eftir að hafa kynnst mér bara, þú veist, maður og mann. Já, enda kannski ert þú líka, það er mér svolítið skemmtilegt við doktora sem eru svona eiginlega í grunninn allt múlíkmenn, ef svo má segja, að því þú ert ljósmyndari, þú ert listamaður, þú ert rithöfundur, þú ert fræðimaður og ég veit ekki hvort þú ert jeppakall líka og Svona, ég er svona bæði jeppa og göngukall. Já, en svona, þannig að þú ert ekki þessi dæmigerði doktor, sko, sem er einmitt ímyndin frá 19. öld sem er lokaður upp í sínum fílabeinsturni, sko. Þannig að einhver leiti er svolítið jákvætt og svo ertu þessi þverfagleiki, sko, fær svolítið nýja merkingu, virðist vera, eins og á háskólasetrinu ykkar. Þar sem er beinlínis verið að leiða saman lokal þekkingu, lokal reynslu í gegnum samræður, í gegnum alls konar verkefni og alþjóðlega strauma og á milli sviða, sko. Já. Og þetta er eiginlega stundum hefur nú háskólinn svolítið háskólinn hefur nú stundum bara merkt við að eitthvað sé þverfaglegt aðeins að þar hafi beinlínis verið mikill svona þverfagleiki í gangi. Já, við getum talað lengi þverfagleika, öllu heldur skort á honum. Sko, það er í fyrsta lagi þá vil ég taka fram að ég til þverfaglegar nálganir á rannsóknir á engan hátt betri heldur en einfaglegar eða monodisciplinary, sem er þetta mjög ljótt orð, þannig ég tala bara yfirleitt þverfaglegar og faglegar rannsóknir. Sko, það, ef við hugsaum grunnrannsóknir, þá er þetta starf sem er unnið af mínum kollegum sem að fara á dýptina yfir fjölda ára, ég vil áratuga. Þetta er algjörlega ómetanlegt og þetta er þessi grunnur sem að þetta er svona kjölfestan í okkar vísindalegu þekkingu. En svo er það þannig að það eru eins og mörg brýn mál eins og umhverfismálin, loftslagsmálin, sjálfbær þróun, landslag, víðerni, við getum tala upp miklu fleiri. Það sem viðfangsefnin eru þessi eðlis að það þarf aðkomu fleiri en einnar fræðigreinar, eins fags. Og í svoleiðis tilfellum skiptir mjög miklu máli að það sé til fólk líka sem að hefur þessa þverfaglegu sýn, hefur þekkingu, ekki jafn djúpa, en hefur eins og verið þessa breiðu þekkingu á 3, 4, 5 mismunandi fræðigreinum, helst mjög ólíkum. Og minn eigin þróunarferill er bara mjög tilviljunarkenndur. Ég byrjaði að læra líffræði, aðalega vegna áhuga á umhverfismálum. Síðan þegar ég er búin að læra líffræðina þá er einhver listamaður sem er fann að brjótast í mér og þá fer ég í kvikmyndagerð. Og svo þegar ég er búin í kvikmyndagerðinni að þá er einhvern veginn bara lífsins stóru spurningar eru fannar að kalla á mig og þá fer ég í umhverfishugvísindi með megin áherslu á siðfræði og fagurfræði. Og svo vannst hjá Siðfræðistofnun? Ég vann hjá Siðfræðistofnun, já, var aðstofamaður Páls Skúlasonar, áður en var rektor. Og þannig að, engin spurning, mér finnst að Háskóli Íslands megi gera mikið betur varðandi þverfaglegt nám, þverfaglegar rannsóknir. Það eru alls konar flöskuhálsar í kerfinu, sem ég ætla ekki að fara djúpt í, en líka verðum við að horfa á samkeppnissjóðina og þessi tilfelli þá sérstaklega Rannís, að þar vantar mjög mikið þessa hvatningu fyrir fólk að geta þá fengið 3 ár til þess að vinna saman. Af því að það er þú öll okkar byrja faglega
ég byrja faglega í líffræðinni og svo fer ég yfir í næsta fag og það næsta fag og svo framvegis. En það að verða þverfaglegur, það líka ákveðin nám. Og það kallar á líka ákveðna hæfileika í samskiptum. Þú þarf náttúrulega að vera með svolítið límhuga, svona límheila og þú þarf að vera mjög leitandi og líka kannski svolítið ADHD. Að þú í staðan fyrir að hafa þennan öfundsverða hæfileika að geta söktir onni í einhver eina bók eða einhver eina fræðigrein að þurfa alltaf að hoppa yfir í eitthvað annað. Ekki ADHD að vísu sökka sér mjög mikið onni í einu og svo þegar botnið náða þá stökku yfir næstu. Já, það getur verið, það getur en þetta líka, þegar grannt skoða þá þegar maður tekur tímafaktorinn með reikningin og núna get ég hort tilbaka, ég að vera 65 ára. Ég sé hlutina annan hátt núna heldur ég gerði þegar ég var bara ungu doktorsnemi. Að þegar ég horfa á mína nánustu kollega sem eru þá faglegir, ekki þverfaglegir, að þá sér maður það að þau eru ekki bara að fara á dýptina, heldur eru þau yfirleitt með einhvers konar hliðarverkefni, hliðarsvið. 2, jafnvel 3. Já. Sem þannig að þau eru eftir því sem að tíminn líður hjá þeim. Jú, þau fara vissulega alltaf meira og meira á dýptina, en þau eru líka að breikka sig. Aftur á móti svona ferfræðingar eins og ég, að við við erum í breytinni og við erum alltaf að leitast að breikka okkur, en við erum líka að dýpka okkur á tilteknum sviðum og einmitt bókin mín víðerni einmitt dæmi það að þarna ég búin að verja síðustu 4 árum eða mínum svona frítíma síðustu 4 ár til þess að ná utan þetta tiltekna viðfangsefni. Það orðið víðerni, víð á nú við þetta þver víðfaglega eiginlega svolítið þannig að hér já, þú eiginlega notar víðernin verða svona eins og þau tengja þessi ólíku svið kannski saman eða hvað? Já, ég nota í rauninni allt þetta sem ég kann. Það reyndar þetta fyrsta sem fólk spyrir mig það sé ekki mikið af ljósmyndum af því að þekki mig sem ljósmyndara og ég hafa segið það engin ljósmynd í bókinni. Nei. Og þetta bara mynd eftir Gyrði Elíasson framan á bókinni? Já, og ég vil taka það fram að ég vil koma framfari mjög djúpum þökkum til Gyrðis fyrir að fá leyfi til að nota þessa stórkostlegu mynd. Falleg. En já, ég sem sagt að nota alla þennan sarp sem að ég hef safnað í á síðustu 30-40 árum og beiti því öllu í þessari nálgun minni á þetta tiltekna viðfangsefni. En svona kannski áðinu förum yfir í bókina, hann langaði mig aðeins að halda áfram með þetta með byggðamálin. Já. Að því að, mér finnst þetta að vera svo mikil synd. Að það svolítið eins og stjórnvöld hafi eiginlega bara afskrifað landsbyggðina. Að það er bara gert ráð fyrir því að á landsbyggðinni þar sé bara frumframleiðsla meðan það er einhver fiskur í sjónum, meðan það er hægt að vera með einhverja kindur eða kýr og að samfélögin sem sagt á landsbyggðinni þau þurfi ekkert að þróast á sama hátt og samfélögin eru að þróast á höfuðborgarsvæðinu. Getur ekki verið einmitt þetta, þú varst að tala áðan útibúin, þetta sé svona lítið á þetta, einhvers staðar vanti íta á endurnýjunartakkan að það sé eins og enga fyrirtæki kannski bara bankarnir koma fréttur þeir bara loka útibúum út á landi og jáfnvel það er ekki hraðbankinu sinni sér nú hver þjónustar segir maður nú, eða útibúum er loka eins og þetta sé svona bara hvert annað og það átt að gera það rafrænt en þetta er náttúrulega einhver staðar segir þú að það sé alveg merkilegt hvað er hægt að gera einmitt í gegnum netið og einhverjum til skipti staðsetningir kannski ekki máli en á hinn bóginn skiptir staðsetningin höfuðmáli þar að segja einmitt þetta er staðsett úti á landi í þessu samfélagi og í eitthvað tilfelli líka og kannski tilfelli allra
setrana sko nálagt þessum einhverju náttúru undrum? Já, sko það náttúrulega það sem að setrin gera og það sem nefnt skilur þau frá útibúunum það að rannsóknina sem eru okkar svona ær og kýr, þær snúa sko að einhverjum fyrirbærum í nærsamfélaginu. Og svona á þessum 12 setrum upphaflega voru þetta aðalega sko náttúruvísindafólk sem var ráðið til starfa, en svona seinni árum hefur bæsti sko hugvísindafólk. Núna þetta svona nokkuð jafnt, náttúrufræðingar, aðalega líffræðingar, einn jarðfræðingur og síðan hugvísindafólk, bókmenntafræðingar og sagnfræðingar, þjóðfræðinga líka. Og svo þetta umhverfis hugvísindi ekki? Það svona nýtt konsept eiginlega sem við rættum mitt við hérna við rauðaborðið við fræðakonur fyrir norðan. Já, einmitt, ég náttúrulega gleðst alveg óskaplega yfir því að nýjasta setri okkar hérna á Mývatnssveit að það skuli vera helgað, beinlínis helgað umhverfis hugvísindum eða náttúru hugvísindum eins og þau líka nota. Og hérna, og það já, við erum einmitt sko, ég náttúrulega hef búin að vera mjög mikið í umhverfishugvísindum og svo kemur Auður núna Aðalsteinsdóttir á Mývatni, en þar fyrir utan eru við með Unni Birnu Karlsdóttur, umhverfissagnfræðing á Egilsstöðum og Soffíu Auði, bókmenntafræðing á Höfn með mér, og svo hafa fleiri kollegar okkar hugvísindafólk hérna, verið að fást við umhverfis og náttúruverndarmál. En Þorvarður Árnason, heldur þú að fólk svona fólk með doktorsgráður og ekki með doktorsgráður, þá bara við vísum nú í þessa umræðu okkar hérna sérfræðingarna sunnan, heldur að fólk svona átti sig á því hversu mikilvægt jafnvel það þessi sko nýsköpun í fræðilegu, það að sé allt í einu til umhverfis eða náttúru hugvísindi, að þarna raunverulega, þetta ekki bara einhver tískubóla, þetta ekki til að einmitt að haka við eitthvað í einhverju styrkja umhverfi bara, þetta má ekki segja þetta spretti upp af mikilli þörf til þess að skoða mæta einhverjum áskorunum eða vandamálum sem okkar samfélag stendur frammi fyrir sko á nýja máta. Jú, það ekki spurning sko, það hérna við náttúrulega á Íslandi erum oft dálítið langt á eftir, það er oft talað 10 ár og þegar ég var byrjaði í mínu doktorsnámi miðjan 10. áratuginn, síðasta öld, að þá fór ég inn í umhverfið sem að ég var á hverju ári að fara á nokkrar ráðstefnur og málþing, þar sem að var fólk að vinna með bæði umhverfis hugvísindi ýmsum toga og umhverfis sko félagsvísindi. Og þannig að ég lærði náttúrulega gríðarlega mikið af því og hérna og það engin spurning að þetta þessar humanísku nálganir þeirra svo mikil þörf. Sko við tölum umhverfis vandamál. Af hverju stafa þessi vandamál? Það út af umhverfinu? Það einhverjir skógaþrestir sem eru að eitra fyrir marjuerlum? Nei, umhverfismálin, vandamálin, þau spretta yfirleitt en undantekningarlaust af einhverju sem við manneskjörnur erum að gera. Þannig að til þess að ráða bóta á vandamálinu, þá þurfum við að skilja manneskjuna. Af hverju hún annarkvæmt að gera eitthvað sem skaðlegt náttúrunni eða öðrum manneskjum eða samfélaginu, eða hún leyfir einhverjum öðrum eins og fjölþjóðafyrirtækjum eða stjórnvöldum að gera eitthvað sem að blasir við að rangt. Þarna sko, þegar nefnir fjölþjóðafyrirtækin, þá hugsa maður þessi fiskiþorp eins og þú ert að segja, fiskveiðiþorp á Íslandi, þar sem háskólasetrin ég hafði nú ekki átt á því, þar sem þau eru meira og minna eða í stórum hluta til staðar, að þegar þetta búið að kannski eyðileggja svolítið þann iðnað með kvótakerfinu og öðru, að þá kannski svolítið lagt upp úr því að það komið þarna stórfyrirtæki sem að séu með einhvern iðnað sem eigi að bjarga við
það er eiginlega byggðastefnan sko. Já. Þannig að einhvern veginn finnst manni svo ótrúlegt að þetta þekkingarsamfélag sem að hefur sko svo svoleiðis sannað sig sko, þú veist, ég meina bara líta á kúrikúlumið ársskýrslunar ykkar sem ég gerði til þess að bara áður en þú komst hingað, ég meina það náttúrulega alveg sláandi hvað þetta mikið starf og magnað og eins hinn setrin sko og þetta skul ekki og þetta tegir eins og þú segir anga sína svo víða og býr til raunverulega nýjan jarðveg. Já, akkurat. Og þannig að þetta er ekki bara spurning um einhverjar greinar og doktorsritgerðir og eitthvað svoleiðis, þetta er bara beinlínis verið að búa til leggja grunn að nýjum samfélögum sko, gera þau lífvænlegri. Þetta er mjög skemmtileg líking, takk fyrir það því að ég sé bara það sem ég þekki refi upp líffræðin í gamla daga sko, það sem ég veit sko, gróðuframvindu þetta á til dæmis nýraunu hrauni þetta hrauni kólnar og þá er það fléttur og skófir sem að koma fyrst og síðan mosar og svo koll á kolli verður til jarðvegur og þá geta stærri plöntur þrifist. Ég held að þetta sé bara mjög góð líking fyrir það sem við höfum verið að gera á rannsóknarsetrinum að fara inn í þessi samfélög, þessi frumframleiðslu samfélög og byrja að undirbúa jarðveginn fyrir eitthvað nýtt sem er þá leið líka aðgöngumiði þessara samfélaga inn í þekkingarsamfélag 21. aldar. Og það má heldur ekki gleyma því í þessu samingi að fólk á okkar aldri, eða mínum aldri allavega, það sko hlutfall fólks af minni kynslóð sem fór í háskólanám var allt annað og læra heldur en hlutfall á kynslóð barnanna minna. Það er miklu hærra hlutfall Íslendinga sem að fer í að minnstakosti í framhaldsskólanám og jafnvel í háskólanám og jafnvel í rannsóknarnám og þannig að þjóðin er að breytast og hefur verið að breytast og landsbyggðin hefur svolítið setið eftir í þessu sambandi vegna þess að það eru ekki til atvinnutækifæri fyrir fólk sem er með flotta menntun í bókmyndafræði, fornleifafræði, mannfræði, sko öllum þessum 170 greinum sem að kenndar eru við Háskóla Íslands og fyrir utan náttúrulega listirnar. Og landfræðin og allt það. Já, langur listi. Hvaða grein sem er sko rauninni ætti að geta náð fótfestu út á landi eins og annar staðar. Og talum núna þegar að við erum búin að læra það af kófinu að við getum verið bara í mjög góðum samskiptum bæði innanlands og við útlönd í gegnum fjarfundabúnað en þannig að þetta finnst mér kannski vera stóra áskorunin í byggðamálum og það er einhvern veginn að viðurkenna þetta og þá náttúrulega hluta því er að viðurkenna okkar hlutverk sem þessar fléttur og skófir en líka bara náttúrulega efla þessa samfélagsbreytingu og samfélagsþróun á öllum sviðum að þetta var lengi einhvern veginn viðkvæðið að kjarnin í byggðastefnu var að fá álver og það var slegist álver og sem að vissulega skapa fullt af störfum en hvað svo? Já. Og ég man eftir að séð sko í sendi þar síðustu byggðaáætlun, það man ég eftir að þar síðustu þar var verið þá að gera ráð fyrir fjármagni til þess að byggja höfn og fleira á Bakka og Húsavík og það voru þá einhverju bara milljarðar sem að voru settir í þetta og annars að blikna meðan að það var ekki, sko, það var kannski einhverja aðgerðir eins og það fjölga störfum á staðsetningar fyrir háskólamenntaða út á landi en það var, eða voru einhverju peningar settir á það, þá voru það bara einhverja krónur, sko.
En hugsaður skuli ekki vera búið að gera ef við skulum ekki krefjast ákveðna skuldarskila því að það er það langur tími liðinn og einhvern veginn ættu við eiginlega að vera komið með það alveg svart á hvítu að þetta hefur ekki skilað þessar aðgerðir og þessar miklu hafnir þarna hafa ekkert skilað miklu fyrir samfélögin. Þau hafa hittu skilað miklu meira en það vantar bara einhvern veginn að koma með það upp á yfirborðið. Vegna þess að ef þau skuldaskil verði ekki og sá sannleikur dreginn fram í dagsljósið, þannig að það er mjög mikil synd ef það verður mikil senkun á því og ef að þetta brautryðjendastarf eins og þið vinnið, ef það verður rof síðan, ef það tak ekki aðrar hendur við og það verður svona þekkingarrof, það er náttúrulega mjög dýrkeypt fyrir þessi samfélög. Já, alveg tímanlust og ég held að það þarf bara að mínu viti að taka þessa byggðastefnu upp frá grunni og skoða þess að það verið að veita stórum fjármunum til byggðamála og það er gert samkvæmt ákveðu skipulagi og mörguleiti ýmislegt verið að gera góða hluti en þetta sem sagt forgangsröðunin og fókusinn hann einhvern veginn segja, hann svo gamaldags. Já. Og þessi gamaldags hugsun, hún heldur þá landsbyggðinni líka í þessum gamaldags farvi. Við komumst ekkit út úr þessu. Þá kemur að miðluninni, að þeim þessir endurnýjun sem á sér stað í hugafarinu og í vinnulaginu og verklaginu sem á sér stað í þessum háskólasetrum og þekkingar samfélögum sem að þá kemur það að miðla þeirri þekkingu þannig að þá þú nú aldeilis búin að gera hérna bók ég veit ekki hvort við höfum nefnilega tíma til þess að síðan endarum að tala mikið bókin þá verður meil ef að þú gætir komið aftur þegar þú átt næst leiðum bæinn til að og við kannski ræðum við fleiri rithöfunda þessi bók eiginlega kallar á mjög mikla eiginlega umræðu ekki bara umhverfismál og umhverfishugvísindi og heldur bara þú ert, já, getur þú sagt okkur svona bara í örstustu mál, þetta ekki einmitt sem að ráða fólk ætti að lesa svona áður en það fyrir að hugsa fjárútlát? Já, náttúrulega ég hjó eftir því að í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er talað það að ég man ekki nákvæmlega orðalagið en að huga vendun þess að kölluðu ósnortina víðerna og ég glæddist yfir því. Þetta þessi bók eiginlega skrifuð til þess að sem innlegg inn í almenna umræðu víðerni á Íslandi og þegar ég byrjaði þá ætlaði ég að skrifa bara litla bók en svo endar hún í einhverjum tæpum 300 síðum og hefði getið orðið mikið lengri. Þetta er mjög skemmtilegt viðfangsefni, það er svo fjölbreytt af því að það snertir náttúrulega okkar menningarsögu mjög mikið, það snertir náttúrulega okkar náttúru sjálfsögðu, það snertir líka menningarsöguna, það snertir okkar samtíma eða samfélagis núna bara og þetta snertir alls stjórnsýslu og hitt og þetta. En grunnurinn kannski stóri hvatina þegar ég skrifaði bókina var það að mér fannst vera ákveðin grundvallar misskilningur í því hvernig við höfum nálgast þetta hugtak og það kom eiginlega svolítið fram hjá þér og mjög skiljanlega að þegar maður heyri orðið víðerni að þá hugsaði mér að þetta er eitthvað sem er vítt þetta er eitthvað sem er víðáttumikið eða ég vel einhvers staðar það sem er víðsýnt og þetta er hinn orðsifjafræðilegu bakgrunnur orðsins en í náttúruverndarsamhengi þá er það alveg ljóst að ósnorti víðerni eins og þetta var kallað í náttúruverndarlögum 1999 það er þýðing á orðinu wilderness og kjarnin í orðinu wilderness er wild eða hið villta sem er náttúrulega alls ekki það sama og hið víða. Nei. Og af því að við höfum tekið þennan hefðbundna málskilning á orðinu víðerni, tekið hann svolítið bókstaflega eins og okkur hætti til að gera á Íslandi
talningu þau verið með lýsingarorð fyrir framann, uppalega ósnortið og núna óbyggt, að þá einhvern veginn hið villta bara algjörlega horfið. En það hið villta sem við þurfum að horfa eftir, fyrst og fremst. Okay. Þú ert nú kennari í þér, þannig að þetta ekki bara svona listrænt óður til hins villta heldur og víðernanna heldur, ertu að kenna manni líka, sýnist mér, strax maður eiginlega húkast á lesturinn, eða húkast á að lesa, vegna þú ert að kenna manni, þú ert að sýna manni leið hvernig þú horfir á viðfangsefnið og sem einmitt að því að maður þarf, ég held að við þurfum öll bara viðurkenna, við þurfum svolítið að endurnýja hugsun okkar og sjónarhorn á svo margt og bara pæla í orðunum sem við notum líka. Já, ég meina, þetta er ekki eins og þetta sprotti bara beint fram á hausnum á mér. Þetta var langur ferill og svona alls konar tilviljanir sem að gerði verkum að ég fór inn á þessa braut, sko. Eitt var að nemandi minn franskur sem að bar sem sagt enska orðið wilderness fram sem wilderness. Já. Og þá fór ég að hugsa, býtunum við, hvað þýðir þetta? Og þá fór ég að hugsa sko, er hluti af þessu fyrir mig sem mannveru að finna eitthvað villtara í sjálfum mér. Villingurinn, villimaðurinn og það svona kannski loka niðurstað bókarinnar eða þannig eða svona einu grunnhugsunum bókarinnar svo að þó að við séum menningaverur, þó við séum félagsverur, þó við séum siðferðisverur, þá erum við líka með þetta villta element í okkur og sem að stundum og oft skilin sem bara einhver villimennska, þú veist, þegar að siðferði brotna niður og við hættum að viljum ekki tilheyra siðmenningunni, við erum jafnvel sósíópatar eða eitthvað svoleiðis, þá brjótist þetta fram. En hið villta í náttúrunni snýst fyrst og fremst sköpun og sjálfsbrotna sköpun, autopoiesis. Og það þar sem að ég sé tenginguna. Að tengingi sem ég sé, hún fyrst og fremst fagurferðileg. Það að segja að við sem ekki bara siðferðisverur en heldur líka fagurferðilegar verur, að við búum yfir hæfileika til þess að finna samsvörun í því sem að náttúran að skapa. Þessum svona eilífu ringferðlum. Það eru ferðlanir. Síbreytileikanum. Já, akkurat. Og einhvers staðar rakst ég á það að ég held að verið haft eftir Ronny Horn að sko nafni Ísland væri miklu frekar sagnorð heldur en nafnorð. Það lýsir Íslandi rosalega vel. Að Íslanda? Nei. Já, eða bara, þú veist, Íslandi verðandi. Já, svoleiðis. Það svo mikil kvika í öllu landinu. Já. Og sérstaklega kannski óvenju mikil kvika í hinnu dauðu náttúru á Íslands, sko jarðfræðilegum fyrirbærum, landmótun, jöklunum og eldgosunum að sjálfsögðu. Og þannig að þessi öfl eða ferlar, þeir eru stöðugt að breyta öllu í kringum okkur og þá leið sko fyrir aðra lífverur, plöntur og dýr og bara allt sko og síðan eru sem sagt lífverurnar sjálfar, þær eru sem sagt ekki bara einhverja vélar sem eru forritaðar af einhverjum erfðaefni. Þær eru lifandi verur, þær hugsa á sinn hátt, flest af þeirra eru með einhvers konar tjárskipti sín á milli, skrifa ekki bækur en þau geta samt sko komið boðum á milli. Það miklu meiri samhjálp í náttúrunni heldur en að menn hafa talið, menn hafa verið rosalega fastir í samkeppnishugmyndum. Samkeppnin væri grunntónn lífsins sko.
það er alls ekki svo einfalt. Já, dýraríkissamkeppnin einhver leiti, sumuleiti dýraríkis, já. Jú, það samkeppninu þetta skiptir máli, en það miklu meiri samvinna og samkennd í flórunni og samlífi og þetta svo eiginlega bara hugmyndafræðileg slagsíða sem að menn hafa verið að leiðrétta núna á undanförnum árum og þannig að og þessar þá hugsandi boð myndandi lífverur þær eru líka virkir gerendur þær eru að breyta umhverfinu í kringum sig meðan þær lifa. Það er að breyta líka kategóriunum í háskólastarf, í rannsóknarstarfinu sem sagt, á háskólasetrunum sem eru nær náttúrunni, að þá komin bara þverfagleikin verður að veruleika og verða til umhverfis hugvísindi og verða til alls konar svona hýbrid hugtök. Já, þetta bara, þið eru þarna bara miðlar umverulega boðum frá... Já, það þótti skemmtilegt að hugsa þannig. Við vorum einmitt að klára ársfundin okkar sem að langskemmtilegasta ráðstefna ársins í mínum huga. Ekki bara það, ég fæ hitta mína vini og kollega sem að ég verið að vinna með núna í bráðum 20 ár. Alveg frábæra manneskjur. Heldur, erum við þá alltaf, við erum með ráðstefnu þar sem við skiptumst á að vera með erindi og þau koma frá, ég vildi aldrei 2 frá hverju setri, þannig að þetta mjög fjölbreytt og svo erum við með fund daginn eftir og þá heyrum við frá öllum fyrir allar hringin og ég tók eftir í sérstaklega núna hvað allir voru áhugasamir að hlusta á það sem að hinur höfðu fram að færa. En gaman. Þetta svona tengist því sem ég sagði áðan maður þarf að læra þverfagleika. Já. Og það hefur gerst með því að mæta þarna einu sinni 2 ára ári yfir 5, 10, 15 ára tímabil. Og þá höfum við öll lært að fá áhuga og skilning á því sem að hinir eru að gera. Ekki vanþorf á í okkar samfélagi að læra samlíðan, samkennd, samvinnu. Já, einmitt. Þorvarður Árnason, rithöfundur og forstöðumaður háskólasetursins í Höfn, í Hornafirði. Já. Nýhöfn, Nýheimum. Nýheimum, já. Nýheimum. Já. Og ljósmyndari og listamaður með mér. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og segja okkur frá ykkar starfi og þínum skrifum og við mælum með þessari bók. Ég hlakka alveg óbáslega til að halda áfram að lesa hana. Hún heitir Víðerni, verndun hins villta í náttúru Íslands. Já. Takk fyrir. Takk sem ég leis, kærlega. Og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa samræðinni yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram að ræða lífið og samfélagið og allt við Rauðaborðið eftir smá stund. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.